Það svakalega góð lykt. Pröfum við það. Baka, taka 3 eða 4. Jæja, í dag ætlum við að búa til risotto. Svepparisotto, það náttúrulega bara í þemanu. Ég hef ekki verið mikið hrifin af risotto, en kærasta mín, henni finnst risotto mjög gott. Þannig að ég gera það stundum fyrir hana að búa til risotto. Eða ég gera það stundum fyrir hana að hún gerir risotto fyrir mig, það eiginlega meira þannig. Já, risotto, þetta svona ítölsk resepía og þetta svona réttur sem maður þarf svona svolítið að standa við en ég átta með því að það hrikalega einfalt að gera samt sem áður. Teljum í það. Það auðvitað risotto og rísgrjón, timjan, sveppir, hvítlaukur, laukur og sítrónubörkur, öðruvísi sveppi. En það þarf þá ekkert, það bara má alveg vera bara ríkis sveppinir. Það má alveg líka, bara það alveg nóg. Svo það náttúrulega soð, ég nota grænmetissoð, kjúklingasoð alveg líka gott. Það ólífuolía, hvítvín. Þetta hvítvín, þeir eru ekki að auglýsa hjá mér. Gamalt brauð. Svona gamalt, hundleiðilegt. Samt var rosa gott brauð. Súrdeigs, parmesan. Og svona pulsa. Þetta ekki flókið. Þetta virðist vera ógeðslega mikið núna, svona þegar ég sé þetta svona saman. Ég ætla bara að byrja á þessu. Ég ætla að byrja á því á þessu brauði. Brauði bara kúttu við svona niður einhvern veginn. Þetta svo kallað svona fátæksmanna parmesan. Því ég orðinn ríkur sjónvarpsmaður. Allir þetta bæði. Má ekki gleyma fortíðinni, en nútíðin þarf að vera með líka. Ok. Mér finnst parmesanin geggja góður, sko. En það sem parmesan ekki að bjóða þó smá crunch. Svo setjum við bara ólífuolíu. Heilan helling af henni. Svo saltið. Svona svona inn. Ætla að setja smá börk út í. Svo ætla að setja smá hvítlauk. Nei, þetta. Smá timjan. Það er bara að passa að þetta sé alveg nógu blautt, sko. Þetta á eiginlega að flytja olíu, salt og hvítlauk bara upp í munnina. Þetta er bara svona. Hvað maður að segja? Fátæksmanna parmesan. Tilbúin. Getum við að fara að einbeita okkur að réttinum. Við byrjum á því að skera lauk. Hann er það fyrsta sem fer á. Sko smátt. Sveppirnir, þeir eru mjög bara gróflega skornir, einhvern veginn svona. Svona kannski svolítið mikið. Svona. Kútt búið og við getum bara að tróða þessu aftur inn. Byrjum auðvitað á því að hita upp soðið. Nú er að byrja að bubla. Við ætlum að setja svo smá olíu á. Lefum lauknum að svitna smá. Bara í sömu pönnunni og þið gerðið fátæksmanns. Svo vil ég skella hálfri svona puls út á. Bara núna. Það fer smá fita úr henni. Þú veist, annars er þetta bara að hakka kjöt, þú veist, með einhverjum ítölskum kryddum í, sko. Þannig að, þú veist, það þarf ekkert að vera svona pulsa. En það er mjög þægilegt að nýta svona pulsur í þetta. Já, loks. Bara grjónin út í. 1 lói. Fyrir 1 mann. Þetta er 1 maður. Gefur kannski renni með mig. Þetta lefum við hrísgrjónunum aðeins að sjúga í sig þessa fitu. Byrjum á því. Skellum við hitanum upp.
Svona hálfu glasi af hvítvíninu. Svo myndi ég bara setja hvítlaukinn út í og sveppina. Og þegar sveppinni fara að úsa út sínum djús, þá fer það líka einmitt í grjónin. Grjónin eru þarna bara að sjúga upp, að þau eru svo þurr, að þau fara bara að sjúga upp allir þessu brögð og það er bara verið unaðslegt í munninn. Eins og svo margt annað. Nú er allt hvítvínið farið, það er svona farið að þykkjast og þá er bara í lagi að setja smá af þessu. Ég var alltaf skítræddur að búa til risotto út af því að það var eitthvað svo, maður þurfti að standa eitthvað svo yfir því og eitthvað. En svo áttaði maður því að það er bara eitt af einfaldasta sem maður getur gert. Og getur verið ódýrt. Þú veist, þetta er pottþéttur svona strákar, ungu strákar hérna úti. Eða þið strákar sem eru ekki að finna ykkur konur. Ég held að sumarkonur, ég ætla ekki að alhæfa neitt, en ég geti trúið að sumarkonur myndu fíla það rosa mikið að fá svona rétt sem þarf að sýna svona mikið alúð og maður þarf að hugsa það. Ég veit ekki. Ég myndi fíla svolítið skur. Og meðan þetta er í gangi, þá ætla ég að vera þarna megin. Færum okkur hérna. Búa til bara svona litlar pulsur. Svona litlar pulsur. Ja, kúlunar eru tilbúnar. Skella kannski nokkrum tæm út í. Og sítrónubergi. Þegar með sítrónubergur, hann lyftir svo réttum upp. Við talum að bragðið er svona dökkbrúnt á litið, það er svona mjög mikil jörð í því. Og þá er einmitt mjög gott að setja smá sítrónuberg eða jafnvel sítrónusafa og það lyftir sér bragðinu svona upp. Það er hvernig allir eitt grjón er núna. Já, það er meira. Skellir smátt í þessa svörtumpipar. Hvað ég að sleppa að vera með ferska basilíku, þannig að ég er með þurrkaða basilíku. Smátt í þessu. Þetta er alveg að koma. Nú eru grjónin alveg orðið mögnuð, þannig að ég ætla að taka þetta af. Það eru bara bollurnar. Getur bara gert okkur tilbúin að pleita þessu hérna upp. Það er alveg svo geggja hvað þetta verður rosalega creamy. Það er svona rjómakennt, án alls rjóma. Þannig að þið sem eru eitthvað svona laktósafríu og eitthvað svoleiðis og eitthvað risotto, þar fáið þið svona þessa, þú veist, það er ekkert rjóma bragð en svona kenndin. Skellir maður smá grænu hérna ofan á toppinn. Það eru komið með þetta. Þetta er risotto. Þetta
Þetta sem sagt sveppa risotto. Svo auðvitað, hvítvínið sem þið notið í þetta, notið eitthvað gott hvítvín. Þá getið þið síðan drukkið það með. Shit, maður. Það er svo skemmtilegt, það er svona smá bit í grónunum, það er svona mjúkt bit sem maður færði í gegn, þá ertu með þetta alveg fullkomið. En svo ertu með þarna crunchið í brauðinu. Þú veist, þetta var bara eitthvað gamalt brauð sem var að eyðileggja, sko. Já, það var ónýtt. Ég þarf bara að fara niður og spyrja hvað René þykir þetta. Ég held að ef þið fílið þetta, endilega likeið og deilið og sharið. Ef þið hafið einhverja öðruvísi hugmyndir hvernig á að gera risotto eða einhverjar aðrar hugmyndir, endilega kommentið niður, bara hérna. Því að mér þætti gaman að heyra hvað þið höfðu að segja það. Og gerið svona og sendið mér mynd síðan. Get ekki hætt. Like og share. Sjáumst í næstu viku. Ciao.